Jæja, í þessu þætti mér henn fræga Gunnar Árstungu. Þessar. Góðan daginn. Og gaman að kynnast þér, ég hef mikið um þig. Já, ég hef afrekað mikið um hana. Þú ert hér komin til að tala um þín afrek. Mér skilst þú hefur vegið Þórum risa. Já, hann var frekar stór og hann skuldaði mig peninga sem hann neitaði að gefa mér tilbaka. Þannig að eina lausnin í málinu var að skora á hann að ganga hólm og sigra. Já, og svo hvað gerist næst? Nú, konungur hafði líka lent í útistöðum við Þórarm og við vorum nokkurs konar vinir. Svo hann sagði mér að Þórarmur væri göldróttur og fargaði öllum sýnilegum vopnum í bardaga. Ásamt því gaf hann aðalráður mér lítinn rýting og sagði mér að geyma hann innan klæða og biðja eftir réttu stundinni. Eftir að hann hafði eyðilagt mitt sýnilega vopn og stingað hann á hol. Og virkaði það? Já, ég fór eftir því og við Þórum. Svo, já, það er eitthvað. En er eitthvað annað sem þú vilt segja okkur? Tja, ég verð að segja frá einvígi okkar Hrafns í Svíþjóði. Já, það hljómar áhugavert, segðu frá. Já, það var þannig eftir hólmgöngu okkar á Íslandi ákveðum við að fara til Noregs, þar sem enginn gæti truflað hann eins og á Íslandi, sem er saga fyrir annan dag, en ég tók mér of langan tíma til að komast þangað, svo Hrafn fór til Svíþjóðar. Og? Ég sá hann fara og ákvað að elta hann, en var samt töluvert eftir á. Þangað til við hittumst á Dynganesi, þar sem við ákveðum að berjast 5 á móti 5 og 2 menn Eiríks konungs að fylgjast með. Allt í lagi, fáum að heyra restina af sögunni eftir stutt auglýsingahlé. Everywhere you turn, there's a heart, there's a face. Da 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 da, na 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 na. Stjörnur, þetta er mjög góð bók. Stjörnur eru fínar, þetta er bók, kannski stjörnur, ég veit það ekki. Þetta er merkjubók, lest hana. Yeah. Köpte Andersblöð, det skulle aldrig högt. Svona hér komur aftur í þeim fötum á einhver sérstaka ástæðu, en fyrir auglýsingar voru komnar að barda Gunnlaugs og Hrafns. Þar sem Gunnar ætlaði að lýsa honum og nú gefum honum orðið. Já, þannig að við vorum að ná Dynganesi og bardaginn byrjar. Og það fyrsta sem ég geri er að drepa 2 menn Hrafns með einföldu sverðshöggi, 2 einföldum, og því að 1 er alltaf mikið lífið. Allavega. Svo sneri ég mig við og ég var kjur og horfði á annan mann, Hrafns, hlaupa beint í áttina að mér. Og það sem ég geri þá er að ég tek sverðið, sleppi því, læti það detta á jörðina og kýli svo hann og teki það aftur upp. Og síðan drap ég annan, líka með sverðinu, eins og hina 2. Og já, svo beið ég þangað til að Hrafn drap alla hina mennina mína. Já. Þetta er frekar spennandi. Þannig að við erum 2 eftir og við ráðumstökum hennan og við berjumst í langan tíma. Við berjumst í 2-3 klukkutíma og hvorugur okkar nær yfirhöndinni. En ég næ að skera á honum fótinn og hann hoppar aftur og bak á einum fæti og nær að komast upp á tré. Og ég segi, viltu ekki stoppa bardagann? Og hann segir já. Og hann spyr hvort ég vil ekki færa hann um vatn. Þannig að ég tek af mér hjálminn og fer og sæki vatn. En þegar ég rétti honum vatnið, þá stingur hann mig í hausinn. Jafnvel þó hann lofaði að stinga mig ekki.
Ég dó viku seinna. Það var mjög sársaukafullt. Þá komið nóg dag. Við sjáumst í næsta þætti. Bye, oss.